Komið sæl og góðan dag og velkomin til þessa fundar sem 14. fundur sveitarstjórnar Múlaþings. Það má til gamans geta þess að nú þegar tæpur 11 mánuðir eru liðnir frá því að þessi sveitarstjórn tók til starfa, þá þetta fyrsti fundur sveitarstjórnar sem haldinn í þessu fundarherbergi á Héraði og kemur náttúrulega hvort tveggja til, COVID og svo síðan einbeittur vilji sveitarstjórnar að funda sem víðast þegar það hægt. En þessi 14. fundur sveitarstjórnar Múlaþings haldinn í fundarstað sveitarstjórnar Lyngási 12 Egilsstöðum 18. ágúst kl. 14 hér með settur. Það eru 23 tölusett atriði til meðferðar á fundinum. Fyrsta mál á dagskrá skipulags- og matslýsing ofanflóðavarnir undir Bjólfi við Seyðisfjörð. Það liggur fyrir bókun umhverfis- og framkvæmdaráðs Múlaþings dagsett 11.8.2021 þar sem tillaga breytingu á aðalskipulagi Seyðisfjarðarkaupstaðar samþykkt og vísað til sveitarstjórnar til afgreiðslu og eftirfarandi tillaga liggur frammi. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir fyrirliggjandi tillögu að breytingu á aðalskipulagi Seyðisfjarðar og felur skipulagsfulltrúa að senda hana til skipulagsstofnunar til staðfestingar og orðið laust varðandi þennan lið. Það kveður sér engin hljóðs og þá ber ég þessa tillögu undir fundinn. Þeir sem eru samþykkir vinsamlegast gefið merki. Það samþykkt samhljóðað með handauppréttingu. Takk fyrir. Þá erum við komin að lið 2, uppbygging og viðhald á íþróttamannvirkjum, samráð við Hött. Fyrir liggur bókun frá umhverfis- og framkvæmdaráði Múlaþings dagsett 11.8.2021 þar sem lagt til við sveitarstjórn að unnin verði breyting á aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008 til 2028 sem gerir ráð fyrir framtíðar íþróttasvæði neðan Egilsstaðakirkju. Við mótun tillögunnar verði horft til þeirra hugmynda sem fulltrúar íþróttafélagsins Hattar hafa sett fram og liggja fyrir og eftirfarandi tillaga hefur verið lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdaráðs samþykkir sveitarstjórn Múlaþings að unnin verði breyting á aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008 til 2028 sem gerir ráð fyrir framtíðar íþróttasvæði neðan Egilsstaðakirkju og að horft verði til þeirra hugmynda sem fulltrúar íþróttafélagsins Hattar hafa sett fram. Skipulagsfulltrúa falið að láta vinna slíka breytingartillögur og fylgja málum eftir samkvæmt þessu. Orðið laust varðandi þennan lið. Sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi Sveinsson kveður þessu hljóð. Gjörðu svo vel, Stefán. Forseti og ágæta fundarfólk. Ég fann ástæðu til að koma hérna upp og ræða aðeins þetta tiltekna mál, einkum vegna þess að þetta hefur nú vakið töluverða athygli svona úti í samfélaginu og við erum alltaf svo glöð þegar það tekið eftir því sem við verðum að gera hér á vettvangi sveitarstjórnar og nefnda og ráða að það er nú ástæðu til að fagna því. Það er ástæðu til að fagna því líka að það átti sér stað bara mjög fjöruleg umræða á samfélagsmiðlum og margir mjög ánægðir og aðrir sem gerðu athugasemdir og það er svo sem bara allt eins og það á að vera. Ég vildi eins og að koma hérna upp bara til þess að leggja áherslu á það einmitt hvað við erum ekki að gera með afgreiðslunni hér í dag. Við erum ekki að ákveða að það verði byggt þarna í þeirri mynd sem hefur verið sýnd í fjölmiðlum til dæmis. Það er hugmyndateikning frá íþróttafélaginu Hetti og eins og tekið fram hér í tillögunni þá er auðvitað horft til þeirra hugmynda en það á eftir að fara í gegnum allt ferlið sem breytingin þá aðalskipulaginu. Það ferli hannað og sniðið til þess að fá fram athugasemdir og vangaveltur og komast að eins skynsamlegri niðurstöðu og bara nokkur kostur varðandi þessa breytingu. Þannig að það til dæmis ekki niður njörvað að svæðið verði nákvæmlega þetta að umfangi eða að nákvæmlega það sem hefur sést í fjölmiðlum verði á svæðinu. Þetta er bara fyrsta skref af nokkrum sem þarf að stíga. Ég líka leggja áherslu á það að þetta ekki einhver samþykkt fyrir því að það eigi að fara að byggja á næsta ári. Þetta er þannig sem að hlutirnir eiga að gerast með dálítið fyrirvara hvað þetta varðar. Þannig að fyrst byrja menn á því að skipuleggja, svo fara menn að leggja drögin að nánari hönnun og svo fara menn í framkvæmdir.
Þannig að það eru býsna mörg skref eftir og ég segi þetta bæði gagnvart þeim sem hafa mjög miklar áhyggjur af þessu og þeim sem eru óbáslega vongóðir eftir að hafa séð þessu tillögur. Það er eiginlega, það þarf eiginlega aðeins kannski að slá á það að minn haldi að þetta sé bara að fara að gerast á morgun, en ég held eins og þetta sé afar spennandi skref, hugmyndin er að mínu viti mjög góð. Það þarf að taka tillit til ákveðna sjónarmiða þarna sem varða bæði að það sé nægilegt rými fyrir frekara uppbyggingu heilbrigðisþjónustu, sömuleiðis bara að það sé tryggt að hagsmunir þeirra sem þarna eru fyrir sé ekki fyrir borðnir og svo framvegis, en það er akkurat það sem að skipulagsferlið er hannað til þess að gera, að taka inn öll þessi ólíku sjónarmið og vega þau með þetta. Þannig að ég hlakkaði sjálf sér bara til framhaldsins, ég náttúrulega styð þessa tillögu eindreið og ég held að það sé mjög gott að skoða þessi mál og ég held að þetta gæti orðið mikið fyrirmyndar framtíðar íþróttasvæði fyrir þetta samfélag. En þá eftir að tala býsna oft þetta, þannig að ég segi hafi þetta ekki lengra núna, það verður það bara á næstu 20 fundum sem þetta verður tekið fyrir, þá segi ég meira þá. Takk. Takk fyrir þetta, Stefán. Orðið er laust. Sveitarstjórnarfulltrúi Jódís Skúladóttir hefur beðið orðið, ekki svo vel. Forseti og annað fundarfólk, já, ég ætlaði nú bara að fá að taka undir með Stefáni Boga að það sé alveg skýrt að hálfu sveitarfélagsins að þessar tillögur og þessar hugmyndir og breytingar á skipulagi það sé ekki verið að meitla það í stein að þarna rísi á næstu misserum þessar hugmyndir. Það er að mörgu að hyggja og þarna eru skiptar skoðanir. Mér langaði samt að fagna því að þessi hugmynd sé komið fram því að það er mjög mikilvægt að sveitarfélagi sé svolítið stórhuga og metnaðarfullt þegar kemur að íþrótta- og tómstundastarfi. Þetta er forvarnarmál og bara lýðheilsumál. En mér langaði líka að minnast aðeins á það að þegar við höldum svo áfram með þessa vinnu og við erum að horfa í skipulag hér á héraði, að hafa það þá í huga hvar samfélagið er að byggjast upp, hvert eru ungar barnafjölskyldur helst að flytja. Það er uppbygging á norðursvæði, það er uppbygging í Fellabæ, þannig að þarf að horfa í margar hliðar, hvað er miðsvæðis í dag, eins og við höfum líka séð á kynningum þegar við höfum skoðað önnur sveitarfélög, að þó að íþróttamannverkin byggist upp nálægt einum skóla, svo stækkar samfélagið og það byggjast fleiri skólar og þá eru þeir bara talsvert langt frá þessum miðpunkti. Þannig að þetta er bara einhver vinna sem þarf auðvitað að vanda til, en eins og ég segi, þá finnst mér það mikilvægt að sveitarfélagið hafi metnaðarfulla framtíðarsýn varðandi íþróttamannvirki sveitarfélagsins. Takk. Takk fyrir þetta, Jódís. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svafarsdóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Berglind. Forseti, góði fundamenn. Mér langar að fagna líka þessari metnaðarfullu framtíðarsýn í íþróttamálum. En það sem akkurat sem að bæjarfulltrúi Stefán Bogi Sveinsson kom inn á að varðandi heilbrigðisþjónustuna, að því að það kemur ekki fram í bókuninni að við þurfum að huga vel að framtíðarsýn þar líka og samkvæmt hans orðum og þá er það niðurstaðan, það er bara þannig og þetta skipulag sem liggur núna fyrir að það verður horft til þessara uppbyggingar sem er mjög metnaðarfullt, sem er mjög flott. En eins og með framtíðar heilbrigðisþjónustu að það þarf að vera mjög gott og rúmt svæði fyrir öfluga heilsugæslu og ýmislegt tengt því. Þannig að sem verður að vera til staðar í þessu stóra sveitafélagi á þessari staðsetningu. Þannig að varðandi heilbrigðisþjónustuna að glimmen ekki þó hún sé ekki inn í bókuninni. Takk. Takk fyrir þetta, Berglind. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Þröstur. Já, forseti, gott fundarfólk. Ég ætla að byrja á því að þakka Hetti fyrir þetta frumkvæði í rauninni að koma með þessar hugmyndir. Að þetta er bara mjög flott og þeir eru búin að setja mikla vinnu í þetta og bara verulega þakkavert að þeir hafa gert þetta og sýnir einu sinni enn hvað er mikilvægt að svona
félagasamtök og annað í samfélaginu hafi góð samskipti inn í sveitarstjórn. Einmitt þetta sem sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi nefndi hérna áðan, að þetta er ekkert búið að ákveða þarna eitt né neitt fast, en það sem gleðilegt við þetta, þarna eru komnar ákveðnar hugmyndir og menn eru svona að byrja að móta þetta inn í aðalskipulagið, og þannig svo sem marg búið að segja hérna, en það þarf að huga að sem sagt hvernig þetta fellur saman við aðra starfsemi sem hérna á svæðinu, og það náttúrulega eins og við komum fram áður heilbrigðisþjónustan, en það líka hugsanlega uppbyggingin við menntaskólann, hvenær sem hún verður eða hvort hún verður. Flugvöllurinn hérna í næsta nágrenni og Guð má vita hvað hann á eftir að stækka og teygja sig, og svo landbúnaðarsvæðið hérna rétt hinum meginu veginn, þannig að það að mörgu að hyggja, og ég held að skipulagsfulltrúi sé ekkert öfundsverður að takast á við þetta verkefni, vegna þess að þetta í rauninni þetta svæði, þetta ekki bara einlega hjartastaður á Egilsstöðum, þetta eiginlega hjartastaður í Múlaþingi sjálfu, vegna þess að þarna þetta fléttast saman við ýmsar veggtengingar sem eiga eftir að koma þarna, meðal annars Fjarðarheiðargöng og kannski ekki síst þar, og þar þurfa mann að huga til þess að ef þarna verður byggt upp gott íþróttamannvirkjasvæði, að það nýtist ekki eingöngu héraðsbúum, heldur líka Seyðfirðingum, Djúpvogingum og þeim sem eru á Borgarfirði og yfir höfuð öllum, og þetta er svolítið, ég held að það sé svolítið flókið mál, vegna þess að það ekki í rauninni hægt að horfa á þetta eingöngu, heldur þarf að horfa á heildarskipulag mjög mikið með hliðsjón, að þurfa að horfa á þetta skipulag mjög mikið með hliðsjón af heildar aðalskipulaginu fyrir sveitarfélagið, og þar spilar inn í kannski svolítið heitt kartafla, það þessi blessaða leið frá jarðgöngunum, hvort hún fer suður fyrir eða norður fyrir, og ég held að viti allir hvaða afstöðu ég hef í því, að ég er fylgjandi þessari norðurleið og bendi á það að hún í rauninni gerir samgöngunar við þetta svæði, við þessa stóru kjarna Seyðisfjörð og Borgarfjörð hins vegar, auðveldari. Hún gerir það mögulegt að Vegagerðin byggir þessa brú út við Melsvatn yfir Eyvindará, en sveitarfélagið þarf ekki að gera það í framtíðinni. Þannig að það þarf að líta til þessara mála, en ég ætla sem ekki að fara meira út í það. En ég held að sé mjög mikilvægt einmitt þetta, að menn horfi ekki á þetta sem einangrað dæmi í aðalskipulaginu, heldur með hliðsjón og öllu öðru sem á eftir að koma fyrir í aðalskipulaginu, vegna þess að þetta er þannig staðsetning að ég held að þetta sé bara greiðalega flókið mál. Þannig að meira þetta hef ég ekki að segja. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Þröstur. Orðið er laust. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Hildur. Já, forseti, ágætu fundarmenn, mig langar að fagna þessu ágæta frumkvæði hjá Hetti og þessari fínu vinnu sem hefur verið unnin. Og ég tel svona næsta rökréttaskref sé að sveitarfélagið vinni að heildarstefnumótun í íþróttamálum, íþróttamannvirkjum sveitarfélagsins, og það er gríðarlega mikilvægt að það sé unnið í nánu samstarfi við íþróttafélögin í Múlaþingi. Eins vil ég taka undir orð Jódísar Skúladóttur hér fyrr, að það er mjög mikilvægt að hugsa þetta heildstætt fyrir allt sveitarfélagið. Þetta eru gríðarlega framkvæmdir sem við erum þá að fara í, þetta er náttúrulega langhlaup eins og flestir gera sér grein fyrir sem að hafa rýnt þetta mál, og það þarf að hugsa í stærra samhengi í öllu sveitarfélaginu út frá því hvaða verkefni eru í gangi á hvaða stöðum og hvernig við ætlum að byggja upp til framtíðar. Takk. Takk fyrir þetta, Hildur. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Eyþór. Já, forseti og annað fundafólk. Mér langaði nú kannski bara að spyrja svona þessu, kannski ekki alveg tengt þessu eingöngu, en samt þessu skylt. Það stendur í bókuninni unnið verið breytingu aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008 til 2028. Mér langar það kannski bara að beina fyrirspurn kannski til formanns umhverfis- og framkvæmdanefndar eða ráðs hvað er að frétta af aðalskipulagi Múlaþings og gerð þess, og ég velti fyrir mér svona þessar breytingar sem við erum að gera
á gömlu aðalskipulag-lögunum að er einhver tvíverknaður fólginn í því að breyta núna aðalskipulagi hér og svo kannski þegar það farið að sjá fyrir endan á að það takist að þá þarf hvort sem að fara að gera nýtt aðalskipulag fyrir Múlaþing. Þannig að ég velti bara fyrir mér, á einhver tímapunktur einhver tíma, þannig að það meikar ekki lengur sens að vera að breyta þessum gömlu aðalskipulagslögum, heldur hreinlega að fara með þetta í bara nýtt. Vona að einhverju skilji hvað ég að fara. Takk. Takk fyrir þetta, Eyþór. Stefán Bogi Sveinsson, sveitarstjórnarfulltrúi, hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Stefán. Forseti og ágæta fundarfólk, það í sjálfu sér ekkert skrítið að sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson spyrji þessar spurningar. Ég get tekið undir þar og ég get sagt að ég hef spurt sjálfa mig sömu spurningana, en svari við þeim allavega hvað þetta varðar það að vinna við aðalskipulag Múlaþings ekki hafin, og það alveg ljóst að svo vinna mun taka býsna langan tíma eins og nýtt aðalskipulag tekur alltaf. Við erum að tala feril sem að mælist að líkindum í árum, og þá stöndum við frammi fyrir því varðandi hugmyndir eins og þessa er ástæða til þess að fara í breytingu á því skipulagi sem í gildi þeirra vegna sérstaklega. Það feril sem að tekur hugsanlega mánuði, og það var í rauninni bara niðurstaðan að í þessu tilfelli þá væri það réttlætanlegt, að sjá þessa framtíðarsýn birtast með breytingu á þessu aðalskipulagi. Og það hefur líka með það að gera hversu metnaðarfull vinna hefur verið í verkefninu á hálfu íþróttafélagsins Hattar. Það vildi sýna það í verki að við værum tilbúin til þess að vinna með þeim, frekar heldur en að gefa þau skilaboð að þetta kemur nú kannski bara með nýja aðalskipulaginu. Þannig að, en þetta alltaf eitthvað sem að þarf að velta fyrir sér þegar svona lagað kemur upp, en við munum væntanlega nánast eiginlega fram á þann dag sem að nýtt aðalskipulag taka gildi, þurfa að vera að vinna með hið gamla gildandi skipulag og jafnvel að breyta því eftir því hvernig aðstæðurnar verða. En það eðlilegt að spurt sig, og við þurfum að spyrja okkur í hverju einasta tilfelli hvort að það réttlætanlegt að ráðast í breytingu frekar en að bíða eftir nýju skipulagi. Takk fyrir þetta, Stefán. Fleiri hafa ekki kveðið sér hljóðs, þannig að ég ætla að lesa tillöguna upp aftur. Hún svohljóðandi: að tillögu umhverfis- og framkvæmdaráðs samþykki sveitarstjórn Múlaþings að unnin verði breyting á aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008 til 2028 sem gerir ráð fyrir framtíðar íþróttasvæði neðan Egilsstaðakirkju og að horft verði til þeirra hugmynda sem fulltrúar íþróttafélagsins Hattar hafa sett fram. Skipulagsfulltrúi er falið að láta vinna slíka breytingatillögu og fylgja málinu eftir. Þeir sem eru þessu sammála eru vinsamlegir beðnir að gefa merki. Þetta er samþykkt samvilshóða með handauppréttingu, og þá erum við komin að lið 3 í dagskrá, minnismerki frelsi í minningu og til heiðurs Hans Jónatan. Fyrir liggur bókun frá umhverfis- og framkvæmdaráði Múlaþings dagsins 23.6.2021 þar sem uppsetningu minnismerki á Djúpavogi vísað til sveitarstjórnar til afgreiðslu. Umrædd framkvæmd var auglýst í samræmi við ákvæði 4. málsgreinar 6. greinar laga nr. 87/2015 verndarsvæði í byggð og engar athugasemdir bárust innan tilskilins frests. Ein umsögn barst töluvert eftir að frestur var útrunnin og ekki að sjá að þeirri umsögn að uppsetning minnismerkisins falli ekki að þeirri stefnu og skilmálum gilda fyrir umrætt svæði. Og eftirfarandi tillaga liggur frammi með vísan til fyrirliggjandi gagna samþykki sveitarstjórn Múlaþings uppsetningu minnismerkis á Djúpavogi frelsi í minningu og til heiðurs Hans Jónatans, og orðið laust. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Hildur. Forseti, ágætur fundarmenn, það svona kannski skýtur aðeins okkur við að við séum að afgreiða þetta núna svona eftir að minnismerkið komið upp, og mér langar að biðja formann heimastjórnar á Djúpavogi fara þessi yfir fyrir málsins og af hverju við erum að vinna þetta í þessari röð. Takk. Takk fyrir þetta, Hildur.
sveitarstjórnarfulltrúi Jódís Skúladóttir, gjörðu svo vel. Forseti og annað fundarfólk. Ég veit ekki hvað skal segja. Þetta stóð auðvitað til að verkið myndi rísa 10. júlí og það var algjör sátt það bæði að hálfu listamannsins, sveitarfélagsins og annara aðila sem að þessu komu. En það varð einhver misbrestur á því að þetta færi rétta leið. Það var bókað þetta snemma í heimastjórn og vísað áfram. Við náðum svo hreinlega ekki, ef að ég kannski bið Björn Ingimarsson að koma hérna upp og aðstoða með að rifja þetta upp, en það var nú bara þannig að þetta náðist ekki inn á fund fyrir sumarfrí, þannig að þetta fór þessa leið og að því að athugasemdir bárust ekki sem að urðu til þess að það þyrfti eitthvað að endurskoða annarkvort staðsetningu eða stöðu listaverksins, þá var ákveðið að þetta yrði gert svona. En ég bið kannski Björn að koma upp og fylla í eyðurnar. Takk. Takk fyrir þetta, Jódís. Björn Ingimarsson, sveitarstjóri, hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Björn. Forseti og gott fundarfólk. Já, ég tek bara undir það sem kom fram hér hjá sveitarstjórnarfulltrúa Jódís Skúladóttur að það yrðu þarna hnökrar í afgreiðslu málsins. Umsagnarfrestur var til 9. júlí og þegar að honum var lokið þá voru í rauninni bæði sveitarstjórn og byggðarráð komin í sumarleyfi og í og með að það bárust í rauninni engar athugasemdir og það voru í rauninni bæði starfsfólk og skipulagsviði og byggingarsviði og í rauninni kjörnir fulltrúar sammála það að verkið skyldi rísa, þá var ekki hóa saman til sérstaksfundar 10. júlí á laugardaginn. Heldur var bara ákveð þetta færi fyrir til formlegar afgreiðslu fyrir næsta fund sveitarstjórnar. Þannig að þetta nú skýringarnar eins og málið varst. Takk fyrir þetta, Björn. Orðið laust. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Þröstur. Forseti annað fundarfólk. Ég ætla bara aðeins að vera heimspekilegur, svo það stendur. Ég ætla bara að fagna því að þetta merki komið upp sem til minningar þessa stórmerku sögu, þessa merka manns. Og það mjög tákgrænt fyrir það að rauninni fyrir þær aðstæður sem við búum við hér á landi í dag. Það þekkist ekki þrælahald né hnífistaband lengur en við skulum alltaf minna okkur á það að þrælahald viðgengst allan heim í dag og þess vegna held ég að þetta merki það hefur svolítið víðtæka merkingu. Og nú á dögum talað mikið um þöggun og rétttrúnað í pólitík og fleira og þannig að þetta eru gæði sem við lifum í dag sem eru í stöðugu hættu. Við þurfum alltaf að vera vakandi yfir því að frelsi, hvort sem það málfrelsi eða tjáningafrelsi sem nokkurn veginn það sama, að þess sé gætt og þess vegna enn og aftur þetta merki bara, ég held að hafa meira mikilvægi en margur gerir sig grein fyrir. Annað sem ég ætla að koma að og það svona jákvæða nefnum líka, þarna í gögnum eru ákveðnar svona skissur og hugmyndir að uppbyggingu á Kallabakka sem ég finnst alveg æðislegar og rosalega flottar og bara vona að þær verði einhvern tímann að veruleika. Og þetta merki greinilega vonandi bara fyrsta skrefið í smá uppbyggingu þar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Þröstur. Jódís Skúladóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Jódís. Já, forseti og annað fundarfólk. Ég ætla bara að taka undir með sveitarstjórnarfulltrúa Þresti Jónssoni ágæti minnismerkisins og mikilvægi þess, bæði hvað það táknar en eins bara mikilvægi þess að við höldum þessari sögu á lofti. Þetta náttúrulega
sko uppbygging verslunar á Djúpavogi snýst líka þetta, þannig að þetta kemur inn á svo marga þætti. Og að því að þú myndist á Kallabakka, þá það mjög metnaðarfull mynd sem fyrir svæðið og forseti þekkir þá sögu nú betur en ég, en ég hef fengið að sjá þarna gamla dekkið af gömlu bryggjunni að ég held að sé sem hefur verið hugsað til þess að byggja þarna upp, þannig að ég held að ásýnd Vogsins gæti orðið algjörlega stórkostleg ef af þessum framkvæmdum verður. En varðandi verkið Hans Jónatan þá var þetta frábær dagur og það komu fjöldi manns til að fylgjast með og fagna þessu og það var eftir þessu tekið í samfélaginu öllu og sagan hefur þannig líka vaxið og farið lengra heldur bara inn í okkar lokal hér. En bara já, ég fagna því að verkið sé komið upp og á þessum stað, þetta glæsilegt. Takk. Takk fyrir það. Fleiri hafa ekki kveðið sér. Sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi Sveinsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Stefán. Forseti og ágæta fundarfólk, ég ætla nú að taka allt annar vinkil á þetta mál, kannski meira tengt því sem kom fram hjá Hildi Þórusdóttur sveitarstjórnarfulltrúa í upphafi, bara varðandi ferilinn og kannski nefna það líka. Það sem við erum að vinna með þarna er einmitt framkvæmdir eða mannvirki innan verndarsvæðis í byggð og það er þannig að við erum með eitt slíkt á Djúpavogi og svo eru í vinnslu svæði bæði á Egilsstöðum og á Seyðisfirði og ég vildi bara benda á það meðal annars sem ástæðan fyrir því að við erum með þetta mál hér og ástæðan fyrir því að þetta mál lendir innan gæsalappa lendir í þeirri stöðu að þurfa að koma hér inn eftir sumarlegu sveitarstjórnar er það að við bara gerðum ekki ráð fyrir lögum með verndarsvæði byggð þegar við vorum að setja upp okkar stjórnkerfi með heimastjórnunum og fagráðum. Þannig að það var rauninni í okkar regluverki ekkert fjallað sérstaklega þessi lög sem ergo þýðir það að ákvarðanir samkvæmt þessu eru teknar á borði sveitarstjórnar sem þær ættu kannski ekki endilega að vera miðað við hvernig við höfum sett allt annað upp. Þannig að það var svona kannski benda á það líka að það er hluta vandanum þarna. Þetta var svona eitt af því sem við kannski mistum aðeins af því þetta var ekki mjög svona, þetta kannski ekki endilega mjög algengt að við sem að eiga við þessa löggjöf þó að það kannski verði meira það í framtíðinni. Þannig að þetta er eitthvað til að stinga bak við eyra þegar við endurskoðum okkar fyrirkopla hérna. Kannski mætti koma þessu mál fyrir með einfaldari hætti heldur en við séum hér á mánaðarlegum sveitarstjórnarfundum. Takk fyrir þetta, Stefán. Fleiri hafa ekki kveðið sér hljóðs undir þessum lið og ég ætla þá að lesa tillöguna sem liggur fyrir aftur. Hún er svohljóðandi. Með vísan til fyrirliggjandi gagna samþykkir sveitarstjórn Múlaþings uppsetningu minnismerkis á Djúpavogi frelsi í minningu og til heiðurs Hans Jónatans. Þeir sem eru þessu fylgjandi vissulega skeiði merki með handauppréttingu. Það er samþykkt samhljóða með handauppréttingu. Takk fyrir. Þá komið að lið 4 á dagskrá sem eru skýrslur heimastjórna og við tökum þær fyrir í stafrófsröð eins og venja er. Og ég minni formenn heimastjórna á tímamörk sem við höfum reynt að gæta en fyrstur tekur til máls Eyþór Stefánsson, formaður heimastjórnar á Borgarfirði. Gjörðu svo vel, Eyþór. Já, takk fyrir það. Forseti og annað fundafólk. Það eru búin að vera 2 fundir í heimastjórn Borgarfjarðar frá síðasta sveitarstjórnarfundi á 5. júlí og svo var haldinn einn í gær, 17. ágúst. Það sem ég langaði svona að stikla á stóru er hérna frá 5. júlí, þá voru á dagskrá skipulagsmál, kannski rétt að benda hérna á að það hefur verið að deiliskipuleggja svæði frá Jörfa og að Vörðubrún og þar allt fyrir innan, bara benda þeim sem eiga lóðir þar að vera meðvitaðir og fylgjast með í því. Svo er ekki annað að sjá en að sjávarútvegsráðherra vor lesi fundargerðir heimastjórnar á Borgarfirði því að við bókuðum strandveiðar 2021 í júlí og bendum á að það væri nú að klárast potturinn.
og hann brást fljótt við og jók aflaheimildir í strandveiðinni, en það dugði nú ekki alveg til því að í dag síðasti strandveiðidagurinn og þeir allra hörðust í ágúst náðu sem sagt 11 dögum og svo sem hér stendur finnst það algjörlega ótækt að það megi búa þannig strandveiðikerfið að það megi vera ólympískar veiðar í, eins og það er kallað, í ágúst þar sem öryggi sjómanna stefnt í voða. Við fjöllum fjallskilin, það var ákveðið að breyta ekki fyrirkomulagi fjallskila á Borgarfirði, en hins vegar hafa Borgfirðingar mikinn áhuga á því að fjallskilum, svona allt það sem snýr að Loðmundarfirði, verði aðeins samræmt milli sveitarfélaga. Loðmundarfjörð gilda sérlög, númer 40 frá 1972, þegar Loðmundarfjarðarhreppur og Borgarhreppur voru sameinaðir, og það var svona vonir þeirra sem að standi í þessu ár hvert að þetta yrði svona kannski ekki eingöngu á ábyrgð Borgfirðinga að Loðmundarfjörður yrði hreinsaður, enda eiga þar bæði Seyðfirðingar og héraðsmenn fé. Svo það gjaldtakan í Hafnarhólma. Það er skemmst frá því að segja að hún komst ekki á í sumar. Við vorum af ýmsum ástæðum, við vorum eiginlega komin á þá skoðun, þetta var sem sagt 5. júlí sem við vorum að taka þetta fyrir, og þá var nú bara svona rúmur mánuður þangað til að lundin væri farinn og eftir að setja upp kerfið, og svo komu þarna sumarleyfi og eitthvað alls konar þarna inn. Þannig að við ákváðum að hafa bara mjög hóflegt gjald 400 krónur á hvern einstakling sem yrði valkvætt, og það væri þá ekki síst nema til þess að prófa þetta kerfi sem var verið að hugsa fyrir þetta. En svo einsum ástæðum þá komst það ekki í gagni, þannig að við munum vera tímanlega í þessu fyrir næsta ár ef okkur finnst þetta ennþá sniðug hugmynd þá. Svo fundum í gær að þá kom erindi frá landeigendum á Bökk, eða sem sagt Nesbæjunum og útbæjum var orðið sem takk, að að setja þar fjárhaldagirðingu með frá veginum, en það er orðið mikið féðar og mikil umferð og bæði mikil hætta fyrir bæði fólk og fé. Svo langaði mig til þess að minnast á verkefni Men in Biosphere, sem er metnaðarfullt verkefni ferðafélag Fljótsdalshéraðs. Fékk sem þetta Ragnhildi Sigurðardóttir sem er framkvæmdastjóri Svæðisgarðs Snæfellsness til að halda erindi þetta verkefni, og við erum mjög spennt að fylgjast með hvernig þetta gengur þarna á Snæfellsnesi og erum svona sæmilega spennt fyrir því að skoða hvort að þetta sé eitthvað sem við viljum taka upp á Borgarfirði. Að lokum langar mig bara að benda á að 31. ágúst næstkomandi þá ætlum við að halda opinn fund með íbúum þar sem að allir íbúar Borgarfjarðar öllum íbúum Borgarfjarðar velkomin að koma og skamma okkur aðeins og láta okkur aðeins heyra það, og jafnframt ætlum við þar að fara yfir og kynna fyrir íbúum hugmyndirnar sem eru fyrirhugaðar í Fjarðarborg. Takk. Takk fyrir þetta, Eyþór. Þá er komið að formanni heimastjórnar á Djúpavogi, Jódís Skúladóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, tekur til máls. Forseti og annað fundafólk. Heimastjórn Djúpavogs hefur haldið 3 fundi frá síðasta sveitarstjórnarfundi og langstærstur hlutin hefur varðað skipulagsmál, og það er til dæmis varðandi efnistöku í Selá og Háöldu Það sem við höfum svolítið verið að hafa áhyggjur af er auðvitað Gleðivíkin, og þar stendur mikið til og það er mikil uppbygging, og sem betur fer er þetta nú allt á réttri leið. Það er búið að auglýsa sem sagt eða búið að birta deiluskipulagið í B-deild fyrir kassaverksmiðjuna, og ég veit svo að skipulagssviðið hér hefur fundað með vegagerð og skipulagsráðgjafa, því að þetta þarf auðvitað að skoðast heildstætt. Það þarf að gera nýjan veg inn á svæðið,
En þetta hefur tekið svolítið mikið pláss í heimastjórn að fjalla bara atvinnu uppbygginguna. Það verið að skipuleggja iðnaðarlóðir inn í Gleðuvík við hliðina á bræðslunni og þetta eru allt mjög aðkallandi verkefni. Það eru fyrirtæki sem eru að hafa samband og vilja komast af stað. Þannig að þetta hefur tekið svolítið tíma. Við funduðum svo stöðuna í Búlandsdal. Þar auðvitað mikið hreindýraveiði svæði og þetta vatnsverndarsvæði og þarna hefur verið dálítið flókin staða. Það þarna lélegur slóði og erfitt að komast að þannig að menn hafa gjarnan skilið eitthvað eftir af dýrónum sem mjög óheppilegt á vatnsverndarsvæði. Þannig að við tókum þá ákvörðun að heimila notkun 6 hjóla en aðeins á þessu veiðitímabili og það verður endurskoðað á næsta ári og að sama skapi lögðum við á það mikla áherslu að leiðsögumenn og veiðimenn myndu ganga af virðingu svæðið og settum það svolítið á þeirra herðar að ef að þarna verður eitthvað rask og eitthvað þá auðvitað verður þessu bara lokað aftur þannig að það nú svolítið í þeirra höndum að hvernig það verður. Við lögðum reyndar líka til að það yrði skoðað innan sveitarfélagsins að fara í uppbyggingu á þessum slóðum. Þetta auðvitað algjör paradís og þarna ekki bara veiðimenn, þarna mikið útivistafólk og aðrir sem að vilja nýta svæðið og aðkoman erfið, þetta mjög blautt og það erfitt að ganga þarna á þess að raska þannig að ég held að það sé mjög mikilvægt að við horfum til þess að byggja þarna upp þokkalega slóða þannig að fólk geti umgengist þetta með góðum hætti. Annað var það ekki að sinni, takk. Takk fyrir þetta, Jódís. Þá komið að skýrslu formanns heimastjórnar á Fljótsdalshéraði, Vilhjálmur Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti og fundarmenn. Heimastjórn Fljótsdalshéraðs hefur fundað þrisvar frá síðasta fundi sveitarstjórnar 9. júní síðastliðinn og á dagskrá þeirra funda hafa komið til umfjöllunar 47 mál. Á síðasta fundi heimastjórnar var fjallað nýsamþykkt deiliskipulag miðbæjar Egilsstaða og heimastjórnin fagnaði því að deiliskipulag hefði verið staðfest og tekið gildi og tekur undir bókun umhverfis og framkvæmdaráðs að því leyti að verði unnið kynningarefni og unnið í kynningu en kannski áréttar að tíminn að þessu verði hraðað eins og kostur og settur dálítið kraftur í þetta. Það var nokkuð ítarleg umræða skipulagið á heimastjórnarfundinum og kom meðal annars fram að telja með vera tækifæri til sóknar fyrir Múlaþing og það sé mikilvægt að tryggja fjármagn í þetta og það sé mikilvægt líka að huga því hvernig verður staðið að þessu, hvort það verður fengið aðili eða utanaðkomandi eða inn í sveitarfélagin sem hafi þetta sem verkefni að undirbúa þetta og fylgja því síðan eftir til aðila. Nú fyrir fundinu lá jafnframt minnisblað frá Náttúrustofu Austurlands vegna úttektar á vöktun á verndarsvæði og annarra svæði sem undir álagi frá ferðamönnum innan Múlaþings en það auðvitað bara tækifæri fyrir landeigendur og þá sem eru þetta vörslumenn lands að nýta þetta til viðbragða og mótvægisaðgerða. Nú eins var fjallað umburðarbréf vegna breytinga á jarðalögum og þar beinir heimastjórnin því til sveitarstjórnar að taka þessar breytingar fyrir að því að lúta töluverðum breytingum, þarna fer forræði ráðherra yfir til sveitarfélagana og það eru svona fleiri atriði þarna sem þörf að hyggja á meðal annars hvernig þetta snertir stjórnsýslu í sveitarfélagi. Nú, það má segja langt flest mál núna á þessu tímabili frá síðastu sveitarstjórnarfundi hafa tengst deiliskipulagi og framkvæmdaleyfum og kannski einhverjum verkefnum vegna vegagerðar og ljósleiðarlagninga bæði í þéttbýli og dreifbýli sem þetta bara ánægjulegt að annars vegar að með samgöngumálun og síðan að ljósleiðarinn
miða dálítið vel áfram. Nú, ég svona reyndi aðeins yfir sko, kannski hvaða mál hafa verið svona mest í umfjöllun á árinu, eða þessi sem af árinu hjá heimastjórn Fljótsdalshéraðs og deiliskipulag hafa komið 44 sinnum á dagskrá, framkvæmdarleyfismál 20 sinnum, þetta svona gróft mat, rekstrarleyfi 10 sinnum, náttúruvernd 9 sinnum, en í heild hefur fjöldi dagskrár mála þar sem af árinu með 124. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Vilhjálmur. Þá komið skýrslu formanns heimastjórnar á Seyðisfirði, sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir tekur til máls. Forseti, góði fundamenn. Það hafa 2 fundir verið haldnir í heimastjórn Seyðisfjarðar. Við vorum með 12. fund 9. júní, það var nú aðeins 1 mál tekið fyrir þar, tillaga deiliskipulagi fyrir ofanflóðavarnir undir Bjólfi og heimastjórn samþykkti það. 13. fundur var 28. júní og þar voru nú 12 liðir. Fer svona yfir helstu liðina. Fyrsta málið sem stórt mál, málefni Seyðisfjarðarskóla. Þórunn Hrund Óladóttir, skólastjóri, mætti á fundinn og ræddi málefni Seyðisfjarðarskóla. Mikið aðstöðuleysi fyrir nemendur og starfsmenn og viðhaldsþörf gífurleg í þessum skóla, enda skólinn orðinn 114 ára gamall. Heimastjórn leggur því áherslu á það verði mörkuð framtíðarstefna uppbyggingu skólahúsnæðisins og skólalóðar og tryggðir verði fjármunir til uppbyggingar í fjárhagsáætlun næsta árs. Heimastjórn hefur auk þess miklar áhyggjur af þungaflutningu sem munu fylgja fyrirhugaðri uppbyggingu Garðarsvegi með mikilli umferð í gegnum skólasvæði sem þarf að huga vel að. Þannig að þetta eru stór mál, þannig að sú uppbygging eins og Garðarsvegi, það verður mikil umferð á því svæði og við verum að tryggja leiksvæði barnanna og þau hlaupa þarna yfir götuna og leiksvæði. Það voru fjallskilasamþykktin var lögð fyrir okkur og við samþykktum hana. Það var bara lögð fram til kynningar og höfum ekkert út á hana að setja. Svo var það afgreiðsla mála og verkferlar á umhverfis- og framkvæmdasviði. Þar voru drög að verkferlum skipulags- og byggingamála lögð fram til kynningar og heimastjórn Seyðisfjarðar leggur áherslu á að regluverkið verði einfalda sem mest. Því við viljum ekki að afgreiðslur séu dregnar út í hið óendanlega, þannig að einföldunar regluverki, við erum mjög fylgjandi því og leggjum áherslu á það. Deiliskipulagið á hafnarsvæði fyrir heimastjórn Seyðisfjarðar lá bókun sveitarstjórnar þar sem því beint til heimastjórnar að hefja vinnu við nýtt deiliskipulag á hafnarsvæði Seyðisfjarðar samhliða breytingu á aðalskipulagi. Heimastjórn telur mjög mikilvægt að hefja þá vinnu samhliða þessar breytingum aðalskipulagi og fól skipulagsfulltrúa hefja þá vinnu. Við fengum innsendi erindi varðandi Boltum Klifuleiða, þetta var bara lagt til kynningar og við ráðlögðum að senda inn formlegt erindi, það hafði í raunin ekki borist. Svo Austurvegur 22 umsókn byggingaráform og byggingarleyfi. Það var grenndarkynningsumsóknir bárust frá MÍ og HEF, heimastjórn Seyðisfjarðar við staðfestum afgreiðslu umhverfis- og framkvæmdaráðs og heimilum skipulagsfulltrúa að gefa út framkvæmdarleyfi. Þannig að það var ekkert athugavert þar og svo var 7. liður umsókn framkvæmdarleyfi göngustíg á Gufufossi. Þetta var umsókn framkvæmdarleyfi og heimastjórnin samþykkti framleiða tillögu umhverfis- og framkvæmdaráðs gefin yrði út framkvæmdarleyfi fyrir þann stíg sem mjög spennandi. 8. liður Hafnargata. Fyrir fundinum lá afrita bréfi frá íbúum við Hafnargötu sem misstu húsnæði sitt í skriðuföllunum í desember 2020. Heimastjórn lýsir yfir áhyggjum sínum af málinu og hvetur til þess að framkvæmdir við byggingu leiguhúsnæðis hefjist sem fyrst og að máli verði tekið föstu tökum hjá stjórnsýslu sveitarfélagsins. Við sjáum það að þetta hefur dregist og við viljum bara leggja áherslu á það að mikilvægt að hafa hraðar hendur og þetta dragist ekki meira en hefur verið. Svo voru það bara tækifærisleyfi, lungasmiðjuhátíð og rekstrarleyfi.
þannig að það var engin svona önnur stór mál hér inná. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Berglind. Þá komið að liðum 5 til 22 sem eru fundargerðir sem lagðar eru fram til kynningar. Ég vil biðja þá sem hyggjast taka til máls undir þessum lið að tilgreina undir númer og númer innan fundargerðar sömuleiðis. Forseti hyggst taka til máls undir þessum lið og biður fyrsta varaforseta að gjöra svo og taka við stjórn fundarins. Það Gauti Jóhannesson, sveitarstjórnarfulltrúi sem hefur beðið orðið, gjöra svo vel. Takk fyrir það, forseti, gott fundarfólk. Ég ætla að taka til máls undir 12. lið sem 28. fundur umhverfis- og framkvæmdaráðs Múlaþings haldinn 11. ágúst nú í sumar, þar sem fjallað var deiliskipulag, endurskoðun á gildandi deiliskipulagi fyrir miðbæ Egilsstaða sem samþykkt var í bæjarstjórn 1. febrúar 2006 með síðari breytingum og unnið í samræmi við ákvæði 1. málsgreinar 41. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 sem tók gildi 14. júlí síðastliðinn. Á fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs var eftirfarandi samþykkt. Umhverfis- og framkvæmdaráð felur framkvæmda- og umhverfismálastjóra að láta auglýsa eftir áhugasömum aðilum uppbyggingu á miðbæjarsvæði Egilsstaða og jafnframt láta vinna kynningarefni fyrir nýtt skipulag. Ég treysti því að þessi tilvitnun sé með leyfi forseta. Sem aðgengilegt verði og kynnt sérstaklega fyrir fasteignafélögum og verktökum og þetta var samþykkt samhljóða á þessum fundi. Og ég vil nota þetta tækifæri til að fagna því að þetta mál sem hefur verið lengi í vinnslu skulu nú loksins hafi verið leitt til lykta. Með því hefur verið stigið stórt skref í þá átt að í stærsta byggðakjarna Múlaþings, Egilsstöðum, eigi sér stað myndarleg uppbygging miðbæjarkjarna með tilheyrandi ruðningsáhrifum, ekki bara þar, heldur í sveitarfélaginu öllu. Nýtt miðbæjarskipulag atvinnumál, það menningarmál og ekki síst það lýðheilsumál. Í því endurspeglast framtíðarsýn fyrir byggðakjarnan á Egilsstöðum sem kallað hefur verið eftir og tilkoma nýs miðbæjar mun þegar fram í sækir bæta búsetu skilyrði á svæðinu og laða nýja íbúa en ekki síst verða til bóta fyrir þá íbúa sem eru hér fyrir. Eðli málsins samkvæmt hafa verið og munu verða skiptar skoðanir skipulagið en það breytir ekki því að nú hefur mikilvægum áfanga verið náð og ég hef þá trú að þegar við að einhverjum árum liðnum lítum tilbaka þá gerum við okkur kannski enn betur grein fyrir því en nú hversu mikilvægur hann fyrir framtíðar búsetu skilyrði á svæðinu. Og að því sögðu þá blasir við að nú stendur upp á sveitarfélagið að sjá til þess að metnaðarfull kynning eigi sér stað þannig að sem flestir hafi möguleika á að taka þátt í uppbyggingunni á komandi árum og ég treysti því og veit að sveitarstjórn mun ekki láta sitt eftir liggja í þeim efnum og ég hlakka til að sjá nýtt miðbæjarskipulag á Egilsstöðum verða að veruleika. Takk. Gauti Jóhannesson hefur lokið máli sínu. Orðið laust Jódís Skúladóttir, sveitarstjórnarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Forseti og annað fundarfólk, mig langaði aðeins að ræða 2 mál sem bæði eru undir lið 14 að ég held. Það fundur fjölskylduráðs frá 29. júní. Annars vegar langar mig aðeins að minnast á undir 1. lið í þeirri fundargerð, það fjárhagsáætlun íþrótta- og æskulýðsmála. Þar bókuðu fulltrúar L og VG við þennan lið og lögðu á það mikla áherslu að verkefninu skapandi sumar störf yrði haldið áfram í samstarfi við Fjarðabyggð og mér langaði bara að vekja athygli á þessu að því að við vorum nú að ræða metnaðarfullar stefnur og forvarnarverkefni, þá bara vil ég ítreka það hversu
mikilvægt það er að við séum að mæta unga fólkin okkar og styðja við það sem að var inn í þessu skapandi sumarstörf. Þetta skiptir gríðarlega miklu máli og við höfum fengið af því held ég kjörnir fulltrúar margir miklar athugasemdir frá íbúum vegna þessa máls. Síðan það í sömu fundargerð, það 12. liður og mér langar bara aðeins að lýsa áhyggjum mínum af stöðu mála hér á Egilsstöðum varðandi dagforeldra. Við vorum með starfsemi út á Vonarlandi í fyrra þar sem voru tvær konur dagforeldrar og tóku að sér börn sem eru þá undir leikskóla aldrinum. Þær hafa nú látið á störfum og síðast þegar ég vissi þá hafði ekki borið neinn árangur að auglýsa og leita eftir, þannig að þessi staða mjög alvarleg og á meðan við búum í samfélagi sem við heldur gati frá lokum fæðingarorlofs og fram að leikskólagöngu, þá verður held ég sveitarfélagið einhvern veginn að bregðast við og mér langaði bara aðeins að vekja athygli ykkar á þessum tveimur málum. Takk. Takk fyrir þetta, Jódís. Orðið laust. Sveitarsambands fulltrúi Þörstur Jónsson hefur beðið orðið. Gjör svo vel, Þörstur. Forseti, það fundarmenn og konur. Merkilegt eina ferðin enn að þá hef ég punktað hér með sama atriði og Jódís Skúladóttir var að nefna hér áðan og það var með þess að dagforeldrar að segja með þetta þess að 23. fundur fjölskylduráðs 12. liðurinn með dagforeldrarna og ég held að semst að jafnvel stærra vandamál en það sem Jódís fór yfir, ég tek heils hugar undir þessum það vegna þess að það er vandamáli í leikskólamálum og eftir því sem að ég hef grennslast fyrir að þá hafa verið taldar upp undir 16 fjölskyldur sem eru verulega óánægðar með ástandi í þessu og talað brottflutning og svo framvegis. Og ég ætlaði bara að koma þess á framfæri að það greinilega mikil pressa þarna. Ég veit að við erum með mjög stórt verkefni að byggja leikskóla. Ég svo sem veit ekki hversu mikið vandamál hann leysir vegna þess að það er náttúrulega verið að leggja niður annan leið og það er hætt við að þetta springi 1, 2 og 3 aftur. Þannig ég vildi einmitt taka undir þetta með Jódísi að þetta með leikskóla og dagforeldramál hérna, það virðist vera að sigla í ákveðið óefni og kannski þarf að grípa til einhverja viðbragða því. Hitt sem ég ætlaði að koma að hér, það reyndar fjölskylduráð líka, það 22. fundur, liður 4, skýrsla vegna barna með fjölþættan vanda, athugasemdir til ráðuneytis frá stjórnendum í velferðarþjónustu á Íslandi. Þar kemur nefnilegast fram að þessi setningavegi með leyfi forseta að lesa hana, sá kostnaður sem sveitarfélög hafa borið vegna niðurfellingar úrræða Barnaverndarstofu brýtur í bága við fyrrgreind lög og í raun tilfærsla á verkefnum og kostnaði frá ríki til sveitarfélaga. Eina ferðin enn. Málið í heild sinni hið versta mál, myndi ég segja, en ég vildi sérstaklega hnykkja á þessu með það þegar að ríkið laumar kostnaðarliðunum frá sér yfir á sveitarfélögin án þess að það komi kannski tekjupóstar á móti og ég hef áður talað það hvort að samningurinn milli ríkis og sveitarfélaga varðandi rekstur á grunnskólunum hvort að svo þróun sem á skólastarfi orðið hvort að fjárframlög frá ríkinu fylgi eftir og það virðist enginn geta svarað því og ekki ég heldur. Ég fekk daginn einhverja ágæta formúlu hvernig átti að reikna þetta út og þó verkfræðingur sé að þá ég enn að klóra mér í hausnum yfir þeirri formúlu. En þetta ég vildi vekja mála þess einmitt þess vegna að við þurfum að standa mjög að varðbergi gagnvart því að ríki sé ekki að setja á okkur kostnaðarliði svona að þessi vera að lauma þeim bakdýramegin án þess að nokkuð koma á móti vegna þess að tekjupóstar sveitarfélaga eru mjög takmarkaðir og síðan það þessi blessaða jöfnunarsjóður sveitarfélaga sem það sem svona skikkað í okkur bitunum eftir þörfum og eftir ákvæðum sem eru missniðug. En ekki meira sinni þetta. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Þröstur. Orðið laust. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur beðið um orðið, gjörðu svo vel, Berglind. Forseti, góði fundamenn. Mér langaði bara að koma fyrst inn á þennan lið, 14. lið, fjölskylduráð Múlaþings 23. fundur og það er þá 12. liður þar varðandi dagforeldra. Þetta er eitthvað sem ég er búin að velta mikið fyrir mér eitt undanfarið, en ég er nú ekki starfandi í þessari nefnd, þannig að ég hef verið að forvitnast verulega og þau svör sem að maður fær er að fræðslustjóri er á fullu við það að reyna að fá dagforeldra. Við vorum með þess að 3 konur í þessu starfi og þau voru með held í 14 eða 15 börn. Þannig að þetta eru ansið mikil viðbrigði að missa þær. En sem betur fer það er verið náttúrulega vonast til þess að það verði hægt að fá konur í þetta starf og þess vegna var leiga á þessu rými framlengt í þeirri von út af því að við verðum bara að bregðast við og maður bíður bara eftir svörum frá fræðslustjóra og það er verið að auglýsa og inn í svona ákveðum grúppum sem að hafa mögulega áhuga, þannig að það er ekkert annað en að bíða eftir því og vona það besta. Þarna verðum við að gera vel og það er alveg satt. Skal ég segja ykkur hérna að því að sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson kemur inn á þessi mál og nýjan leikskóla. Það má bara ekki gleymast hvað við gerðum vel með því að færa viðbyggingu við leikskóla í nýjan leikskóla. Við erum að opna nýjan leikskóla í Fellabæ, 3 deildir, en það er alveg staðreynd að næsta haust að þá getum við tekið inn börn og fyllum þessa auka deild og þurfum að gera betur. Það er horft til náttúrulega framtíðar úrræða að það verði leikskóla og suðursvæði, en það sem við gerum eins og Þröstur Jónsson kom inn á að varðandi hádegisögða þá missum við hann, það er alls ekki máli. Við verðum akkurat að halda honum þanga til að annar leikskóli rís ef að börninu það mörg og við verðum náttúrulega bregðast við því að gefa þeim rými þessum börnum sem þurfa að komast í leikskóla, ekki spurning. Þannig að ég hef allavega mælt með því og ég vona að fjölskylduráð fari eftir því og lofi gamla hádegisögða bara alls ekki í aðra starfsemi og meðan við gerum kannski ekki betur að við verðum að hafa ákveðin sveigjanleika og mæta fjölskyldufólki, ekki spurning. Mér langaði að koma aðeins inn á 10. liðin líka, umhverfis- og framkvæmdaráð Múlaþings og það var innsent erindi göngustíg af Vögbað og ég vildi bara fagna þessu. Þetta er ótrúlegt hvað Vög hefur gefið okkur mikil lífsgæði. Þetta er bara frábært lífið í kringum þetta fyrir okkur íbúa og ferðamenn og tekjur og allt sem verður til í kringum þetta verkefni. En maður sér akkurat að það eru fjölskyldur sem eru hjólandi og labbandi þarna á aðalveginum og maður sýpur kveljur bara að sjá þau. Þannig að þetta innsenda erindi í rauninni göngustíg eða hjólreiðastíg af Vögbað. Og ég sé að það hefur tekið vel í það erindi varðandi hönnun og setja það inn á fjárhagsáætlun og ég vildi bara fagna þessu. Þannig að þetta er mjög jákvætt og fyrir lýðheilsu og við getum öll hjólað og gengið þarna í Vög og verið í góðu öryggi á þeirri leið. Mér langaði að koma aðeins líka undir 12. lið umhverfis- og framkvæmdaráð varðandi deiliskipulag miðbæ Egilsstöðum. Maður bara, mér langar helst að skála í pontunni, ég trúi ekki að dagurinn sé kominn og það var 14. júlí síðastliðinn og þetta er alveg típist fyrir mikilvægi þess að einfalda regluverk. Þetta er í rauninni ótrúlegt hvað þetta hefur dregist og þetta er mjög mikilvægt að við gerum þarna vel og í þessu nýja miðbæjarskipulagi þá er alltaf gífurlegt magn af íbúðarhúsnæði sem hefur skort og í þjónustu, verslun og það verður mikið mannlíf, gott mannlíf sem fylgir þessu. Þannig að það kom svo góð ræða hér áðan frá forseta Gauta Jóhansinni og líka frá formanni heimastjórnar Fljótsdalshéraði varðandi þennan lið. Þannig að ég ætla ekkert að fara meira í þetta en það er náttúrulega mikilvægt að hafa einmitt hraðar hendur og gera þetta mjög faglega
og við draugum alls ekki lappirnar hérna í þessu máli. Þannig að við erum búin að bíða svo lengi og íbúar bara búin að bíða lengi og hlakka til að gera vel og hafa hraðar hendur og vonandi að við fáum góð viðbrögð í þessu máli. En annað var það ekki. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Berglind. Orðið er laust. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórusdóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Hildur. Forseti, ágætu fundarmenn. Þetta varðar lið 6 fundargerð fjölskylduráðs nr. 23 frá 29. júní. Langaði þess að heyra frá sveitarstjóra hver staða mála er á framkvæmdum við nýjan leikskóla í Fellabæ. Eins og áður hefur verið komið inn á þessum fundi þá eru vistunarmál barna í hálfgerðum ólestri hér og það er einhvern veginn viðvarandi vandamál því miður. Við náum ekki að vista öll börn sem að þurfa. Einnig langaði mig að spyrja út í liði 3 og 15, fundargerð umhverfis- og framkvæmdaráðs nr. 25 frá 16. júní. Langar að beina því einnig til sveitarstjóra hver staða mála er á skipulagi hafnarsvæðis á Seyðisfirði. Það er aðalskipulagsbreyting vegna skriðufallanna í desember annars vegar og svo hins var liður 15 sem er ærslabelgur á Egilsstöðum. Það sem við vorum svona vonast þess að ærslabelgurinn gæti komið upp núna í sumar. Mér langaði þess að heyra hver staðamála er þar og hvenær er von á þessum belgu upp því að það er langt liðið á sumarið. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Sveitarstjóri Björn Ingimarsson verður til svara. Forseti, gott fundarfólk. Það er vegna fyrirspurnar Hildar Þórusdóttir, dóttur sveitarstjórnarfulltrúa. Sjá hverju ég get svarað af þessu. Það skal svara því sem ég mögulega get. Varðandi framkvæmdi við leikskólan, þá er bara jarðvinn og grunnvinnan er bara á fullri ferð og ég sé ekki annað, ég hef vissu ekki setið fundi byggingarnefndar en ég sé ekki annað en að sú áætlun, sú framkvæmda áætlun sem að lagt var upp með að hún muni ganga eftir að vera að horfa til þess að leikskólinn verði komin í nýtingu í ágúst á næsta ári og ég sé enga ástæðu til þess að ætla annað. Varðandi skipulag hafnarsvæðis þá er í rauninni bara það fer í ferli innan skipulagssviðsins. Það er náttúrulega búið að fela starfsfólki að hefja þá vinnu. Þannig að það er bara komið í ferli. Ég get ekki satt þetta mun taka sinn tíma en það sem ég er að kalla eftir núna bara svo ég upplýsi það að ég vil fá svona mat á kostnaðinum varðandi þessa hönnun á kostnaðin. Við erum að tala hansi við í rauninni þessar hugmyndir sem hefur verið varpað fram eru býsna stórtækar en það er líka það sem að við höfum, ég held að við sem algjörlega sammála að við þurfum að horfa til lengri framtíðar. Við mögum ekki bara verið í núinu og horfa til þess sem að gæti mögulega leyst það sem er til staðar í dag, heldur erum við að horfa til lengri tíma og erum að horfa til uppbyggingar og alvöru uppbyggingar. Varðandi ærslabelginn, þá var ég nú bara að hugsa að óska eftir því að formaður umhverfis- og framkvæmdaráðs tæki þann kalleg. Ég veit alveg að þetta er í vinnslu og hlýtur að enda vel þannig að við getum skoppað á þessum belg. Takk fyrir mig, Vili. Takk fyrir þetta. Sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi Sveinsson. Forseti, ágæta fundarfólk. Það er vel við hæfi að fá einn ærslabelginn til að segja frá öðrum. Það er þannig staðan á þessu verkefni að það er í rauninni ekki hreyfing eða sem sagt
Já, tilfellið það með þessa æslabelgi þar sem þeir hafa risið. Þá hafa þeir risið fyrir atbeina yfirleitt frjáls- og félagasamtaka, fyrirtæki, einhver aðilar sem að koma og fjármagna og síðan hafa sveitarfélögin svona liðkað til og tekið þátt í framkvæmdinni. Og það voru aðilar sem höfðu samband varðandi þennan æslabelg og þess vegna fór undirbúningsvinnan í gang. Hins vegar þá hefur ekki, það er ekki komin niðurstaða í fjármögnun á belgnum enn. Það er ekki búið að kaupa hann og þar að leiðir að það er bara, bíðum bara í rólegheitunum eftir því að það skilir sér. Það hafa líka komið ákveðnar athugasemdir við fyrirhugaða staðsetningu. Málið hefur verið tekið fyrir til umræðu í umhverfis- og framkvæmdaráði og er í vinnslu þar. Þannig að við erum bara svona í rólegheitunum að skoða stöðuna og ég trúi því að þetta gerist innan tíðar, en ég reikna ekki með því að það gerist neitt í sumar, svo það sé bara sagt. Aðeins varðandi leikskólan og Jódís Skúladóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, hvíslaði nú að mér hérna, það verið komin veggir sem að mér þótti nokkur tíðinda því ég var þar kvöldmat í gær og þá voru engir veggir, þannig að það lítur út fyrir að það gangi bara býsna vel að reisa leikskóla í Fellabæ. Þannig að þetta er ágætis hreyfing á þessu og tengist náttúrulega því sem hefur verið rætt hérna áður varðandi dagvistunarmál. Og það er alveg ljóst að næsta haust að þá verður staðan allt önnur heldur en hún er núna. Það þýðir ekki að það verði mikið borð fyrir báru þá, en þá allavega verður komið þannig að við væntanlega getum þjóna eftirspurn þá og spurningin bara hvað það endist okkur lengi. Þess vegna er gríðarlega mikilvægt að halda áfram bara vinnu við undirbúning næstu skrefa í uppbyggingu dagvistarúrræða. Staðan núna er bara mjög skrítin. Það virðist fara saman núna að einhverja hluta vegna. Þá hafa íbúar hér á svæðinu verið nokkuð duglegir við barneignir á síðasta ársfjórðungi ársins og á sama tíma þá hverfa dagmæður af markaði. Þannig að þetta er bara mjög vond staða. Það er erfitt fyrir sveitarfélagið að skikka fólk til að gera starfsforeldrar, en það er leitast við að koma til móts við bæði með greiðslum og með því að útvega aðstöðu og við trúum því og treystum að við finnum einhverja lausn og ef við finnum ekki þá lausn þá þurfum við að skoða einhverja aðra lausn. Þannig að það er alveg ljóst að staðan er mjög erfið fyrir marga foreldra þar sem við standa frammi fyrir núna. Þannig að við erum ekki búin að gefast upp. Höldum áfram að vinna að lausn á þessum máli. Það aðeins úr því ég komin hérna upp að tæpa á miðbæjarskipulaginu og auðvitað fagna því að það sé komið í gegn og deili því nú með öðrum sem hér hefa talað að það var svona nánast að maður klipi sig þegar þetta gekk í gegn af því að maður hefur fylgst með þessu máli í rauninni rúlla árum saman án þess að það fáist staðfest en nú er það komið en þið heyri það líka sem hér eruð ágætt að funda fólk að verkefninu er ekki lokið, nú tekur bara við næsta skref sem er að kynna og markaðssetja þetta skipulag og fá aðila til þess að vinna að þessari uppbyggingu og það er bara verið að stíga næsta skref í því að undirbúa auglýsingu og kynningarefni fyrir slíkt og það eru auðvitað margir aðilar sem þurfa að koma að meðal hans Vegagerðin auk síðan þeirra aðilar sem munum koma til með að byggja húsnæði og þá líka stendur upp á sveitarfélagið að vinna að gatnagerð og öðru slíku. Þannig að þetta verður stórt og mikið verkefni en ánægjulegt að takast á þetta. Rétt svo í lokin bara ætlaði ég að taka undir með sveitarstjórnarfulltrúanum Jódísi Skúladóttur varðandi mikilvægi skapandi sumarstarfa og ég legg gríðarlega áherslu á það að það verði gert ráð fyrir þáttöku í því best náttúrulega bara sameiginlega með Fjarðabyggð eins og var gert hér á milli Fljótsdalshéraðs og Fjarðabyggðar síðasta sumar. Það held ég hafi verið mjög vel heppnað og við höfum nú litið svo á að það sé að einhverju leyti hlutverk sveitarfélagsins að sjá til þess að það sé ákveðið framboð af sumarstörfum fyrir ungt fólk og ég held að sé bara réttast að hugsa það þannig að hluti af þessum sumarstörfum séu skapandi og hluti af þeim eru á öðrum sviðum. Þannig að þetta er bara eins og það að skapa störf við ýmis önnur verkefni að þá sköpum við líka störf fyrir upprennandi listafólk og njótum þess sem að þau hafa fram að færa því að það er sannarlega mikið og hefur aukað samfélagi hér í þau skipti sem þetta hefur verið í boði. Takk. Takk fyrir þetta Stefán. Orðið er laust. Sveitarstjórnarfulltrúi Jódís Skúladóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel Jódís. Já, forseti og annað fundafólk, ég ætla nú bara að vera með fyrirvara á því. Ég keyrði nú niður brekkuna fram hjá leikskólanum í Fellabæ og eitthvað sá ég þar en hvort það eru skúrar fyrir verkamennin eða hvort byrjaðir að reisa ætla ég ekki ábyrgjast.
En svo var ég nú líka að hugsa, ég er nú með svona ákveðin plön í september, ef þau ganga ekki eftir þá kannski huga ég að dagmæðra starfinu. Það er alltaf, ég er opin fyrir öllu. Takk. Takk fyrir þetta. Fleiri hafa ekki kveðið sér hljóðs undir þessum lið utan sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórunnsdóttir sem er boðin velkomin í pontu. Gjörðu svo vel, Hildur. Takk fyrir það, forseti, ágæti fundarmenn. Varðalið 9, fundi byggðarráðs nr. 26 frá 22. júní. Þetta er sérst listasafn á Djúpavogi, Ars Longa. Mér langaði þess að heyra hver staðamálar af því verkefni. Takk. Sveitarstjóri Björn Ingimarsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Já, forseti og gott fundarfólk. Staða máls Ars Longa eins og kemur fram í síðustu fundagerð byggðarráðs að þar sveitarstjóra falið að vinna það mál áfram. Það lágu fyrir sem sagt drög að samkomulagi og milli sem sagt sjálfseignarfélagsins og sveitarfélagsins og ef ekki segja að það ég hef bara verið að vinna í því í samskiptum við fulltrúa Ars Longa og ég er svona að horfa til þess að það yrði hægt að loka því verkefni fyrir lok mánaðar þannig að í rauninni að þetta samkomulag, þessi drög verði þá að raunverulegu samkomulagi. Þannig að ég veit ekki hvort þetta svarar því sem að sveitarstjórnarfulltrúi Hildur er að velta fyrir sér en það er í rauninni sko síðast bara í gær þá sendi ég svona loka útfærslu til fulltrúa Ars Longa. Ég hef ekki fengið viðbrögð við þeim en ég á ekki vonu öðru en að það verði hægt að ljúka þessu máli með ásættanlegum hætti. Takk fyrir þetta. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Þröstur. Forseti, annað fundarfólk. Bara aðeins fyrst að þakka svarið frá Berglindi varðandi leikskólamálin að það standi jafnvel til að halda gamla skólanum gangandi og meðan hans er þörf þarna í hádegisöðunum. Það sem ég ætlaði eins og að koma inn á var 12. liðurinn umhverfis- og framkvæmdaráð Múlaþings 28 og það er þetta blessaða miðbæjarskipulag. Ég eins og aðrir fagna því að þetta sé í gegn og séu loksins komið á dagskrá og ég býð spenntur eftir að þetta kynningarefni verði unnið vegna þess að ég held að þetta verði kynningarefni ekki eingöngu fyrir miðbæinn heldur fyrir Múlaþing sem slíkt í heild sinni, þetta nýja sveitarfélag og vona að það takist mjög vel til með þetta kynningarefni vegna þess að ég held að þetta svæði mjög fáir gerir sér grein og það þurfi einmitt góða kynningu, gerir sér grein fyrir því hvað þetta er öflug samsetningana. Og miðbærinn vissulega er stór hluti af því en þessi staðreynd að við höfum þennan alþjóðaflugvöll og við höfum þessa frábæru höfnir á Seyðisfirði, okkur vantar gati í gegnum Fjarðarheiði að vísu en að því gefnu að það komi og ég ætla bara að trúa því statt og stöðugt að við loforð í þeim efnum verði staðið. Þá erum við með alveg ótrúlega góða innviði til þess að byggja upp sterkt mótvægi við suðausturhornið á landinu og þetta spinnur endalaust. Mér er mjög hugleikin atvinnumál í sveitarfélaginu og það er alveg kunnugt að það er verið að vinna hér ákveði kynningarefni á vegum byggðarráðs fyrir markaðssetningu á Eiðum sem að Landsbankinn er að reyna að selja
Og þetta tengir saman og ég fagna þessu kynningarefni. Þarna verður unnið ákveðið kynningarefni fyrir þetta svæði og það spila saman við það kynningarefni sem þar verður unnið og gerir þetta, ég bara vona að þetta verði virkilega flott og svona aðlaðandi efni sem dregur hér að bæði fólk og fyrirtæki í þessa frábæðu innviði sem að verða til. Og sko get ekki sleppt í að hnykkja á því að því ég nefndi Seyðisfjarðargöng að Axarvegur stórt mál í þessum hluta líka, ekki bara tengingi við Djúpavog heldur að fá góða tengingu suður á landa á hitt horn landsins, suðausturhornið. Þetta verði ekki norðausturhornið og suðausturhornið. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Þröstur. Fleiri hafa ekki kveðið þessu ljóðs undir þessum liðum. Þannig að ég lít svo á að umfjöllunum liði 5 til 22 sem eru fundagerðir til kynningar sé lokið og þá vorum við komin að síðasta lið á dagskrá sem liður 23 sem skýrsla sveitarstjóra og ég gef sveitarstjóra Birni Ingimarssyni orðið. Gjörðu svo vel við. Já, forseti og gott fundarfólk. Ég ætla þá að fara bara í stuttu máli yfir það helsta sem á dagana hefur drifist frá því að við hittumst öll saman síðast, það voruð bara 12 síðan, við hittumst á Djúpavogi 7. júní, þannig að það eru nokkri dagar síðan, en það hefur náttúrulega verið á hálfu sveitarfélags verið unnið áfram að málum, varðandi samskipti við stjórnvöld, þar að segja ráðuneyti og þingmenn, þá í framhaldi af fundi sem við áttum með fulltrúum Vegagerðarinnar, átti ég fund með aðstoðarmanni samgönguráðherra og fór yfir þær áherslur sem að við ræddum á þeim fundi og þá samantekt sem við fengum frá Vegagerðinni. Og í framhaldi af því átti ég fund með fjármálaráðherra þar sem að ég fór yfir sömu mál og kom þessum áherslum okkar á framfæri. Einnig ræddi ég þá málefni tengjast verkefninu á Seyðisfirði og mikilvægi þess að stjórnvöld stæðu við orðin varðandi stuðningi við það verkefni. Og ég hef ekki ástæðu til þess að ætla annað en að svo verði. Varðandi samstarfsmál þá náttúrulega verið þessi hefðbundna samstarf sem að við höfum yfir sumartíman fundarreglulega í aðgerðarstjórn vegna COVID. Við fækkuðum fundum og svo fjölguðum þeim aftur. Þannig að það bara í anda þess sem hefur verið að ske og eiga sér stað í samfélaginu sem þið öll þekki til að nú eru þeir fundir orðnir tíðari á nýjan leik. Við fundum í stjórn brunabótar fyrir sunnan og áttum kynningarfund með sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu þar sem var farið yfir í rauninni bara kynning á starfsemi brunabótar sem að hefur reglubundum hætti verið gert verið unnið og fundað með sveitarfélögum á mismunandi landshlutum. Síðan við höfum verið að vinna að uppfærslu á viðbragðsáætlun hér og segja sko við erum voðalega mikið í COVID-inu ennþá og það það sem við sjáum því miður fyrir okkur og við verðum áfram en það líka bara mikilvægt að við séum meðvituð það og þar af leiðandi höfum við verið bara að uppfæra í rauninni okkar aðgerðaráætlanir innan stjórnsýslunar og í stofnunum sveitarfélagsins þannig að við séum vel undir það búin að geta tekist á við þau verkefni sem að geta á okkur borist. Það fyrirhuga fundur með fljóstælingum varðandi fyrirkomulag byggðasamlaga og síðan hefur fundað líka í stjórn skólaskrifstofu vegna þeirra breytinga sem að þar eru í gangi. Við erum náttúrulega búin að færa starfsemina yfir á sveitarfélögin 2, Fjarðabyggð og Múlaþing og erum síðan að vinna því að ganga frá í rauninni
uppgjöri og hvernig við í rauninni slítum, hvort að við slítum eða hvort við höldum áfram einhvernum hluta byggðarsamlagsins eftir áramót. Það er svona frekar útlit fyrir að þessu verði alfarið lokið. Varðandi starfsmannamál þá hafa þau mál verið bara með hefðbundum hætti. Það eru þessi vikuli reglubundi fundir með starfsfólki stjórnsýslunar og hafna. Við höfum verið að horfa til þess að það verði haldin árshátíð á haustdögum. Maður þorir í rauninni ekkert að segja að það verði, en við skulum vona svo verði. En það held ég kannski ekki ráðlegt að vera að segja eða ákveða það alveg að það miða við það sem er að ske í samfélaginu. Við erum að horfa til þess að starfsfólk stjórnsýslunnar það er lengi staðið til að taka sameiginlegan fund með starfsfólk stjórnsýslunnar í Fjarðabyggð og við erum að horfa til þess að gera það núna í næstu viku. Síðan hafa ágætir starfsmenn sem hafa verið starfandi hjá sveitarfélaginu til margra ára verið að ljúka störfum og samstarfsfólk hér kann alveg að kveðja sitt starfsfólk og ég hef verið svo lánsamur að fá að taka þátt í því í nokkrum tilvikum. Þannig að ég ætla ekki að vera útlistað það nákvæmlega hvernig það fór fram en það var alveg með ágætum. Varðandi atvinnumálin þá áttum við fund með fulltrúum, komið hér til fundar með okkur fulltrúar aðila sem eru að horfa til vindmyllu garða á Hafúti. Það var að mörgu leyti áhugavert að fá þá lýsingu og þær hugmyndir sem þar eru í gangi. En hef ég tilfinningunni að þetta eigi svolítið í landi ennþá áður en þetta verður að veruleika, en það voru bara mjög svona spennandi hugmyndir sem að þarna voru kynntar. Varðandi málefni sveitarfélagana þá eru, eins og ég kom inn á áðan, við áttum fund með fulltrúum Vegagerðarinnar. Það er fyrirhugaður fundur núna á föstudaginn með fulltrúum Vegagerðar og sambandsins varðandi fyrirkomulag mála í tengslum við þá skilavegi og það er hugmyndir það er náttúrulega fyrirhugað að þetta færist meira yfir á sveitarfélögin. Það er efni fundarins á föstudaginn kemur. Það er fyrir líka í undirbúningi á vegum hafnasambandsins, hafnafundur í Hafnarfirði. Ekkert hvort að honum verður, hann átti að vera í byrjun september og sama er með fund sveitar og bæjarstjóra sem að ætluðu að funda fyrir að verða 1,5 ári síðan í Vestmannaeyjum, síðan ætluðu að funda síðastliðið vor í Vestmannaeyjum, þessu er alltaf verið frestað, og síðan á hann að vera núna í byrjun næsta mánaðar í Vestmannaeyjum. En við skulum sjá hvað af því verður. Síðan er það varðandi rekstur sveitarfélagsins að það er náttúrulega farið tölu og mun fara áfram, tölu verið vinna við úrvinnslu og endanlegan frágang fjárhagsáætlunar. Það er nú svona stóra málið sem við þurfum að vinna með. Það hefur verið eitt í þetta töluvöru púðri og við munum þurfa að gera það áfram. Samskiptin bæði við íbúa og fulltrúa atvinnulífs í rauninni í öllum kjörnum hafa verið nokkuð og eru bara með ágætum og það er alveg bara svo því séu komið framfæri þá hafa fjölmiðlar verið býsna duglegir að spjalla við okkur og hafa samband og stundum skilur maður þetta ekki allt því að það var nú veitti viðtal hérna Le Monde og við skildum hvort annað ég og fréttaritari svona ef við ekki segja þarna að tala saman og frekar lélegri ensku. Síðan gerði hún mér svo gott að hún sagði myndi senda mér síðan greinina þegar hún væri búin að skrifa hana mér til yfirlestrar og hún gerði það en hún var eins og á frönsku. Og ég verð alveg viðurkenna það þó ég hafi lært frönsku á sínum tíma í menntaskóla þá er ég ekki svo sterkasti í því að lesa eða tala það tungumál.
Það hafa verið samskipti við Húsnæðis- og mannvirkjastofnun varðandi varðandi stofnframlög og annað í tengslum við ársali. Við erum að horfa til þess í rauninni að þykja ekki það stofnframlag sem að við eigum von á sækja að nýju í byrjun næsta árs, og þetta er gert í samráði við Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Það er þarna bara ákveðnar það mikla forsendubreitingar að okkar mat var það að það var ekki skynsamlegt að vinna þetta á þessum nótum eins og þetta er núna. Við höfum líka verið að vinna varðandi undirbúning ljósleiðaramála í Berufirði. Þar hafa samskipti verið við orkufjarskipti og ég á von á því að þau mál komist á stað bara. Ég held að þau bara geta gengið á þeim nótum sem að hefur verið lagt upp með. Og varðandi menningar og menntamálin, þá hafa náttúrulega verið fundið starfshópa háskólamálin hér á Austurlandi sem að ber bara að fagna, er komið á stað. Ég bind líka vonir við að við munum ná árangri í þessu verkefni sem við erum að horfa á í samstarfum við Highlands Islands. En þetta eru 2 verkefni sem að mínu mati eiga að geta að tala vel saman. Síðan hafa verið náttúrulega menningar og íþróttu uppákomur hér eins og Tour de Ormurinn, Íslandsmeistaramót unglinga 11 til 14 ára í frjálsum og svo svona eitt og annað. En það sem er svona kannski helst framöndan, það er fjárhagsáætlunarvinnan og áframhaldandi bara verkefni okkar að sjóða saman þetta sveitarfélag sem við ætluðum að myndi taka alveg tíman fram að næstu kosningum, og ég held að það hefur verið rétt mat. En ég er hins vegar í ljósi þess sem að reynslan hefur sýnt okkur og sérstaklega miðað við þær aðstæður sem við höfum verið að vinna, þá held ég að þetta sé bara að skila sér með góðum árangri. Þannig að þetta er svona það helsta. Þannig ég held ekki að mér. Takk. Takk fyrir þetta, Björn. Þá er dagskrá fundarins tæmd. Fundunum verður slitið formlega þegar farið hefur verið yfir fundargerð, en hér lýkur útsendingu.